Þá komið að taka þessi dæmi 8 og 10 sem voru eftir þarna á dæmablaði 10.5 og 10.6 þar sem að þetta dæmi 8 gengur út á það að það upphaflega nitur og súrefni í sittvorum ílátunum við ákveðin þrýsting, hitastig og rúmmál. Þú sjáum að hérna rúmmáli hjá nitri sem sagt þetta nú vera lítri hér, sem sagt 1 lítri, þrýstingur 5 atmosférur og hitastig 24 gráður og súrefni það þá 5 lítrar, 6 atmosférur og 26 gráður á Celsius. Þannig upphafið þá fær maður nægar upplýsingar í rauninni til þess að finna hversu mörg mól við erum með að báðum þessum efnum út frá þessari PV sama sem NRT-jöfnu. Spurningin hver heildarþrýstingur í 12,5 lítra hylkinu þegar búið að flytja báðar þessar lofttegundir, svo að opna þessa krana og dæla lofttegundum inn í þetta 12,5 lítra ílát og þá í rauninni tæmum við þessar kúlur, upphaflegu kúlurnar, en þá maður komin hér með N2 og O2 sem myndi þá dreifast jafnt í þetta hylki. Og auðvitað dreifast þannig að þær fylla báðar út í nýja rýmið. Nú, það ekkert beðið hlutþrýstingi sjálfu sér fyrir þetta, heldur bara heildarþrýsting og það dugar þá að finna í fyrsta lagi. Þetta í rauninni 2 aðferðir sem hægt að fara. Við getum hreinlega fundið bara mólin hér, mól af nitri og mól af súrefni út frá upphaflega kerfinu og síðan getur maður þá lagt saman mólfjölda sem komin hér og fundið út hver þá þrýstingurinn. Og ég ætla að byrja á því, en svo getum við vissulega líka litið á þetta sem breytingu að niturgasið fari hér úr þessu kerfi í þetta kerfi og þá erum við bara að tala að við séum með rúmmálsbreytingu, að rúmmál 1 og rúmmál 2, hitastig 1, hitastig 2, þrýstingur 1, þrýstingur 2 væri þá óþekkta stærðin, en mólin breytast ekki og R-fastin ekki. Þannig ég ætla allavega að taka hluta með þeirri aðferð, en fyrst ætla ég að reikna dæmið út frá bara sem sagt að mól af nitri sama sem P-V deilt með R-T. Og sama hér að mól af súrefni sama sem P-V deilt með N-T, R. R-T hérna. R-T. Hérna bætum við náttúrulega við fyrst 273 og þá fáum við 297 Kelvin og hérna hitastigið 26 gráður pluss 273 eru þá 299 Kelvin. Svo bara að setja inn í jöfnuna og svo erum við auðvitað með að það sem við erum með atmosférur, þá erum við að nota þennan gasfasta fyrir atmosférur. 0,08206 atmosférur lítrar mól á Kelvin. Svo hérna myndum við fá 5 atmosférur sinnum rúmmálið 1 lítri deilt með 0,08206 og síðan með Kelvin gráðunum 297 Kelvin. Og hérna styttist þá út allt, atmosférur og lítrar Kelvin og mólin sem þá fyrir neðan færast í rauninu upp á strik og út úr þessu kemur 0,205 mól. Af N2.
Þannig að það í rauninni það sem var upphaflega hér og síðan komið hérna yfir. 0,205 mól. Fyrir súrefni þá erum við með 6 atmosférur sinnum 5 lítra deilt með 0,08206 atmosféru lítrar mól á Kelvin sinnum 299 Kelvin. Og hér styttist allt út á sama hátt og út úr þessu koma 1,223 mól. Og sannarlega ég bara með 3 marktæka stafi en að því ég að fara að leggja saman þessi hérna mól þá ætla ég að hafa allavega í samanlagningunni 3 aukastafi fyrir aftan komu. Svo lagfæri ég það bara að lokin. Þannig að hérna þá 1,223 mól. Þannig að núna gasið komið hérna, það sem við fengum út úr þessum upphaflegu upplýsingum hreinlega bara mólin af hvoru efni sem að færa sig hérna yfir. Og þá bætist við erum með rúmmál, hitastig, heildarmólfjöldi sem þá mólin af nitri plús mól af súrefni eða 0,205 plús 1,223 mól sem þá sama sem 1,43 mól. Og þar með, hérna erum við náttúrulega með plús 273, þannig að hérna erum við með 3. hitastigið sem þá 293 Kelvin. Og með þetta hér, þá þurfum við bara að einangra þrýstinginn. Við erum með heildarrúmmálið, við erum með hitastigið, þannig að hérna getum við sagt að þrýstingur, heildarþrýstingur sem þá náttúrulega summan af hlutþrýstingi niturs og súrefnis, einfaldlega mólin af heildarmólfjöldin sinnum R sinnum T deilt með vaff. Eða 1,43 mól sinnum 0,08206, af því við erum alltaf að vinna með atmosférur í þessu dæmi, sinnum hitastigið og þá það þessi 293 deilt með rúmmálinu sem eru 12,5 lítrar. Og þetta gefur 2,75 eða 2,75 atmosférur sem eru þá hér. Nú það ekkert spurt hlutþrýstinginn í þessu hérna, en við getum alveg fundið hann, bæði hefðum maður að geta fundið bara hlutþrýsting fyrir hvert og hvora lofttegund með því að nota þá mólbrotin eða mólin fyrir N og mólin fyrir O og fá þá út hlutþrýsting og leggja saman. En hérna myndi maður alltaf geta notað að hlutþrýstingur af N2 sama sem mólin af nitri deilt með heildarmól sinnum þá PT. Þannig að hérna myndum við fá 0,205. Við tek fram þetta ekki verið að biðja þetta hér í dæminu. Og þetta deilt með heildarmólfjöldanum sem var 1,43. Þetta á ekki vera atmosférur heldur mól. Og síðan sinnum 2,75. ATM. Þetta gefur 0,205 deilt með 1,43 sinnum 2,75. Þannig að hérna eru 0,394
0,394 atm og svo myndi maður svo sem geta fundið bara hlutþrýstinginn fyrir þá súrefni, að þá það bara heildarþrýstingurinn mínus þessi hérna þrýstingur. Þannig við gætum alltaf sagt að PO2 náttúrulega vissulega bara sama jafna, eða maður gæti sagt að sé PT mínus PN2 eða 2,75 mínus 0,394 eða þetta mínus 2,75 og það væri þá 2,36 atmosfærur fyrir PO2. Við ætlum að skrifa þetta niður að sem sagt út úr þessari leið sem maður myndi nú væntanlega velja, þá fær maður það að heildarþrýstingurinn 2,75 atmosfærur og þrýstingur fyrir N2 0,394 atmosfærur. Ég ætla að láta þetta duga og svo ætlaði ég að nota hina aðferðina þá fyrir að finna hlutþrýstinginn fyrir nitur. En ég ætla ekkert að reikna allt dæmið í gegn aftur, bara að sýna hvernig það væri þá gert. Þannig ef ég stroka út núna, ég held þessu hérna eftir, 273 sama sem 293 Kelvin hér. Og nú, hérna, ef ég tek núna þessa leið sem ég var að tala ef við notum þessa leið að segja að ef að mól sama sem fasti og R sama sem fasti og við erum með þessa jöfnu PV sama sem nRT, þá getur maður sagt að það sem breytist þrýstingur, rúmmál og hitastig. Þannig að annaðhvort getur maður sett þetta hérna að PV deilt með T og þetta væri þá P1, VF1 og T1 þá í þessu fyrsta kerfi sama sem N sinnum R og þetta bara sama sem fasti og það sama sem P2 sinnum VF2 deilt með T2. Þannig að þá maður bara komið með þessa hérna jöfnu og það sem við ætlum að finna P2 sem hlutþrýstingur N2 þá í þessari blöndu. Svo myndum að gera nákvæmlega sama fyrir O2 og leggja sér hlutþrýstingana saman. Eða eins og hérna var bent á, þá hægt að segja að ef við tökum bara R út fyrir sviga og þá getum við sagt að R sama sem P sinnum VF deilt með N sinnum T, að því R náttúrulega alltaf fasti. Þannig að það hægt að taka þá þessa hérna jöfnu, P1, VF1 deilt með N1 sinnum T1 sama sem P2, VF2, N2 og T2 og síðan í þessu dæmi þá getum við sagt, ok, N fasti þannig að það styttist út og eftir stendur þá þessi hérna jafna, sem sagt í rauninni alveg svo sama sem ég ætla að nota. Og ég ætla að finna P2 sem sama sem þrýstingurinn af N2 í seinna hylkinu í 12,5 lítrum. Og þá myndi maður þurfa að fara hérna að flytja á milli, held sem sagt þessu hér óbreyttu, P1, VF1 og T1, en flyt síðan VF2 hérna yfir jafnaðarmerkið, P2 fer hérna undir líka, T2 fer upp.
Þannig að í þessu dæmi, og ég ekkert endilega að mæla með þessari aðferð akkurat hér, maður væntanlega fljótar að finna mólin og leggja þau saman og fara þessa fyrstu leið. En þetta hins vegar alveg möguleiki sem kemur til greina. Þannig að hérna værum við með 1 atmosféru sinnum rúmmál 1 sem var 1,0 lítrar sinnum hitastig 2 sem þetta hérna, að við erum að tala héðan og hingað. Og það þá 293 Kelvin deilt með hitastig 1 sem 297 Kelvin og deilt með rúmmáli 2. Já, P2 náttúrulega ekki að vera hér, það auðvitað bara hérna, sem eru þá 12,5 lítrar. Og út úr þessu kemur 293 deilt með 297 deilt með 12,5 og já. Mm, 0,0789. Ég nenni nú aldrei að byrja upptökur aftur upp og nýtt, þannig ég að hugsa hvaða vitleysu ég hef gert hérna. 1. Já, þetta eru 5 atmosférur, ekki 1 atmosféra. Þannig þetta eru 5 hér. 5, 1, 293. Já, ég ætla að vona að þetta komi betur út. Þetta ekki annað eftir en að fara að taka þetta upp aftur. 293 deilt með 297 deilt með 12,5 og það gefur hérna 0,390 og reyndar hérna 4,6, þannig ég myndi fá 395. En þetta hér segir bara það að í þessu tilfelli þá myndi ég fá sem sagt hlutþrýstingi fyrir N2 og hlutþrýstingi fyrir O2 og myndi svo leggja það saman. En ég mæli frekar með hinni aðferðina því eins og sjá má þá mjög auðvelt að gera klaufavillur í þessari. Og get sýna þetta við því líka. 10. dæmið, það svolítið það kemur meira inn í það heldur en bara það að sem sagt, efni blandist eins og gerist hér, heldur verður efnahvarf. Þannig að hérna verið að tala að við erum með ílát 10, þar sem að við erum með öðru megin nitur, þetta ammóníak, NH3 og svo hérna einhver krani og hinum megin HCl. Og þetta auðvitað á gasformi og það gefið hér að við erum með 5 gram af NH3, 2 lítra, 25 gráður á Celsius. Hér eru líka 5 gram af HCl, 2 lítrar, 25 gráður á Celsius. Það sem að gerist í þessu hérna efnahvarfi, eða gerist í þessu að þessi hérna krani opnaður og maður gerir ráð fyrir að þetta hérna rými sé hverfandi. Þannig að þessar hérna gastegundir sem að voru bara með nitur öðru megin og HCl hinum megin, að við það að opna kranan þá dreifast þær yfir allt. Þannig að maður í upphafi með nitur og HCl sem að dreifast, en hins vegar gerist það að ammóníak og saltsýra hvarfa saman og mynda fast efni, NH4 eða ammóníumklórið, S. Og þetta efni sem að þegar þetta myndast, þá fellur það út bara á yfirborð, innra yfirborð rýmisins
og maður ímyndum okkur líka það að það taki mjög lítið rúmmál. Þannig við getum bara gert ráð fyrir að heildarrúmmálið eftir þessa blöndun séu 4 lítrar. Og þetta sé bara eitthvað hverfandi lítið og þetta taki mjög lítið frá. Þannig að spurningin er, hvort gasið verður eftir í kerfinu eftir efnahvarfið. Þannig að núna erum við komin allt í einu með dæmi þar sem við verðum að tala takmarkandi þátt. Þannig að dæmi í A, hvort gasið verður eftir að efnahvarfi loknu. Nú, það fyrsta sem maður þarf alltaf að gera í þessum dæmum er að finna mól. Þannig að maður getur borið saman og við erum sannarlega með efnahvarf það sem er 1 á móti 1. Þannig að það ætti alltaf að hverfast jafnmörg mól hvort við annað. Þannig að það er bara það efni sem er fleiri mól af. Það er það efni sem yrði eftir í kerfinu. En efni með færri mól, það myndi klárast. Þannig að mólin af nitri sem var upphaflega hér, og þetta var ammóníak. Ammóníak var upphaflega hérna og HCl var upphaflega hér. Þannig að hérna er þá með, þetta er svona, massi deilt með mólmassi, 5 grömm deilt með, og hérna er 14,01 pluss 3 sinnum 1,01, þannig að þetta myndi vera 17,04 grömm á mól. Og þetta gefur, með þetta hérna líka til hliðar, þetta gefur 0,293 mól. 0,293 mól af ammóníaki. Fyrir klór eða HCl, þar eru líka 5 grömm, deilt með, og HCl er 1,01 pluss 35,45, sem væri þá 36,46. 36,46 grömm á mól, og þetta gefur 0,137 mól HCl. Þannig að þetta er það sem við leggjum upp með, 0,137 mól, 0,293 mól. Og þá er ljóst að það er minna af HCl, þannig að það eyðist alveg. Taka þetta hérna út. En við getum sagt að mól HCl eyðast, að þetta er bara 1 á móti 1. En afgangur verður af NH3. Þannig að HCl er það sem var kallað takmarkandi. NH3 er það var þetta yfirmagn. Nú, þá ætla ég að taka þetta hérna út. Það næsta spurning er þá, hver verður lokaþrýstingur í kerfinu eftir efnahvarfið? Og þá verður að athuga það að þar sem að allt HCl eyddist og vissulega hluti af ammóníakinu á móti, að ef við þurfum 0,137 mól af HCl, þá þurfum við líka 0,137 mól af NH3 sem að mynda þá NH4Cl. Þannig að það eina sem er eftir í kerfinu
eru hérna sem sagt einhver hluti af ammóníakinu. Nema núna dreifist það alveg í 4 lítra. Þannig að við erum með að í kerfinu hér, þá erum við með að mólin af N2 eru sama sem hérna mól í upphafi mínus mól sem hvarfast við HCl. Og í upphafi erum við hérna með 0,293 mól, en svo hvarfast hérna 0,137 mól við HCl, 293 mínus 0,137 og eftir verða 0,156 mól. Og ég alltaf að segja N2, þetta NH3. NH3. Þá erum við komin með mól. Núna erum við með að rúmmálið sama sem 2,00 pluss 2,00 eða 4 lítrar. Við erum með hitastigið hefur ekkert breyst, þannig að það 25 gráður sem bara 298 Kelvin og það þarf að finna þrýstingin. Þannig að þrýstingurinn af ammóníaki sem eftir sama sem mól af ammóníaki sem á afgangs, sinnum gasfastinn sinnum hitastig deilt með rúmmál eða 0,156 mól sinnum 0,08206 ATM lítrar mól á Kelvin sinnum 298 Kelvin og þetta síðan deilt með 4 lítrum. Og út úr þessu kemur, og ég ætla að sjá hvort það sé ekki alltaf sama og hérna fyrr, jú, út úr þessu koma 0,954 atmosférur sem eru þá hérna í þessu kerfi. Það sem að hérna beðið að lokum hversu mörg grömm myndast af ammóníumklóríði. Og þá það þannig, þegar við erum hérna með efnahvörf, við erum með eitthvað hérna í upphafi og ekki neitt af þessu, að ef við eyðum öllu 137 mól HCl-inu og síðan eyðum við hérna jafnmiklu af ammóníaki, en þá myndast hins vegar 0,137 mól af ammóníumklóríði. Því þessi hérna mól hvarfa saman og mynda þetta. Þannig að hérna erum við þá að fá þetta 0,156 sem ég var þegar búin að nota, 0 af þessu hér, en síðan myndast 0,137 mól af ammóníumklóríð. Þetta var þá C, finna massa NH4Cl. Og þá erum við að tala massan af þessu fasta efni sem myndast í efnahvarfinu. Og þá með því að vera búin að finna mólin. Mólin eru sama sem 0,137. Og þá bara að finna mólmassan. Sem var þá hérna í rauninni hérna til samans mólmassi NH3 og HCl eða bara 14,01 pluss 4 sinnum 1,01 pluss 35,45 og þetta gefur 53,50 grömm á mól og út úr þessu kemur massi sama sem mól sinnum mólmassi 0,137 mól sinnum 53,50 grömm á mól.
og þetta gefur 7,33 gram. En það var að segja að þetta hafi verið í þyngri kantinum og ekki svona dæmigert gasdæmi, heldur hefur verið að blanda inn í þetta takmarkandi þætti og vinna sem sagt með þetta þó, með aðeins fleiri atriðum heldur en bara þessum kafla. En þar með þetta dæmablað búið að því ég var búin að taka upp á Teams dæmin hin á dæmablaðinu. Þannig ég segi bara takk fyrir og enda þetta.